Jæja, komið sæl. Í dag langar mig að spyrja þessar spurningar. Hvað hefur Biblían að segja samvisku? Og þetta djúpstæð og persónulegt efni, þar sem að samviskan hún mótar siðferðislegan áttavita okkar, ef svo má segja, og hefur mikið að gera með okkar andlegu vegferð. Þannig að við skulum skoða saman hvað ritningin hefur að segja þessa innri leiðsögn og möguleika hennar og hvernig hægt að samræma hana við sannleika Guðs. Samviskan eins og áttaviti innra með okkur. Hún eins og þögull varmaður sem býr í hverju mannshjarta. Við höfum öll eins konar leyniherbergi þar sem að samfæring fæðist og þær eiga sér stað andlegir bardagar eða baráttur. Að þegar andinn hrærir í samviskunni, samfærir hann okkur og hvetur og leiðréttir. En þegar hún hunsuð, þá dofnar hún og reikar og deyr. Siðferði prófsteinn þessara samvisku og fyrir þá sem trúa Biblíunni, þá það siðferði Biblíunnar sem ætti að vera brennt í sálina af fingri skapara okkar. Samt sem áður lifa margir í dag með samvisku sem dauf af eftirlátssemi og brengluð af málamiðlun. Það sem eitt sem fékk okkur til að roðna vekur nú varla nokkra sektarkennd, því mörk siðferðisins hafa dofnað. Það má segja að siðferði sé í raun einhvers konar ytra byrði, það sem við sýnum út á við, en tilgangur samviskunnar að gera okkur hrein að innan. En raunverulegt siðferði meira en góðir mannasiðir, það meginreglur í framkvæmd, réttlæti í gjörðum. Það ekki nóg að virðast hreinn. Hreinleiki verður að koma innan frá og út. Og samviskan eins og áttaviti verður að vera segulmögnuð af ritningunni. Annars verður hún að ligara í hjartanu sem leiðir mann alvarlega afvega. Og það endurnýjandi kraftur heilags anda sem kemur þessu til leiðar. Heimurinn hefur sína eigin útgáfu af siðferði, en ritningin opinberar að siðferði fæðist ekki af mála mælikvarða mannsins, heldur að siðalögmáli Guðs. Og reyndar þegar ég fór að skoða þetta, þá áttaði ég mig á því að þetta orð, samviska, samsett orð. Það viska sem við eigum saman með heilugum anda og orði Guðs. Og ef það aðeins okkar eigin viska, þá það eitthvað allt annað. Það kemur berlega fram þegar við skoðum hvað Biblían hefur að segja samviskuna. Hún ekki alltaf stöðug, en það sjáum við að hún getur verið í margvíslegu ástandi. Hún getur verið góð, hrein, ræsnislaus gagnvart Guði, eða hún getur orðið veik, sörguð eða jafnvel brennimert. Eins og áttaviti bendir hún okkur á sannleikann, en nákvæmni hennar fer eftir því hvernig við höfum kvarðað hana. Biblían lýsir samviskunni sem innri hæfileika, guðlegri gjöf sem dæmir siðferðislegt réttmæti hugsana okkar, orða og gjörða, óháð löngunum okkar eða tilhneigingum. Þetta þessi hljóða samt þrjóska rödd sem hvíslar þetta rétt eða varar við þetta rangt. Hún eins og lítill neisti af himneskum eldi, heilög glóð sem skapari okkar hefur sett innra með okkur. Það því mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir hvert ástand samvisku okkar enda sýnir Biblían okkur að hún getur verið í mismunandi ástandi sem endurspeglar andlegt ástand okkar. Það í fyrsta lagi upplýst samviska. Páll hann státaði sig af slíkri samvisku þegar hann segir í Rómverjabréfinu 9:1: Samviska mín vitnar það með mér, upplýst af heilugum anda. Og svo lesum við einnig í kafla 2 og versi 15, þeir sýna að krafa lögmálsins rituð í hjörtu þeirra með því að samviska þeirra ber þess vitni að hugrenningar þeirra sem ýmist ásaka þá eða afsaka. Það þarf þá að vera upplýst samviska ef hún á að leiða okkur réttan veg. Síðan í öðru lagi þá getur það verið flekkuð samviska. Það þegar hún hunsuð eða misnotuð, þá verður hún flekkuð af synd, ekki lengur næm fyrir réttlæti.
Við sjáum dæmi um þetta í Títusarbréfi 1:15. Allir hlutir eru hreinir, en flekkuðum og vantrúðum er ekkert hreint, heldur bæði hugur þeirra flekkaður og samviska. Flekkuð samviska er þegar við dyljum yfirsjónir okkar, þegar við afsökum þær og neitum að horfast í augu við þær. Nú síðan í þriðja lagi þá getur það verið brennimert samviska. Það er þegar það er endurtekin uppreisn sem getur hert hana, eins og húð örmert af heitu járni, þar til hún varla finnur fyrir sektarkennd. Dæmi um þetta er að finna í 1. Tímóteusarbréfi 4:2. Andinn segir berlega að á síðari tímum muni sumir ganga af trúnni og gefa sig að villu öndum og lærdómum illara anda. Þessu valda hræsnisfullir legarar sem eru brennimertir á samvisku sinni. Nú við getum séð fyrir okkur eftir bruna, þar sem öll tilfinning er farin úr húðinni og hún þarf ekki lengur og því ekki lengur næm fyrir neinu áreiti. Þannig að verðu samvisku þína saman við orð Guðs og sjáðu hvort líf þitt og persónuleiki sé í samræmi við þann réttlæti staðal sem Guð hefur þar opinberað. Þá getur þau opinberað og uppgötað hvort þú trúir af skynsemi og á hvaða tægi samviska þín er. Samviska mannsins er ekki treystandi nema hún sé undir áhrifum guðlegrar náðar. Satan notfærir sér óupplýsta samvisku og leiðir þannig menn í allskyns blekkingar vegna þess að þeir hafa ekki gert orð Guðs að ráðgjafa sínum. Margir hafa fundið upp sitt eigið fagnaðarerindi á sama hátt og þeir hafa sett sín eigin lög í stað lögmáls Guðs. Og hér er alvarlegur sannleikur. Samviska getur leitt okkur í skipbrot, eins og við lesum í 1. Tímóteusarbréfi 1:19, þar sem segir: Þetta er það sem ég minni þig á, barnið mitt Tímóteus, með þau spádómsorð í huga sem áður voru yfir þér töluð. Samkvæmt þeim skalt þú berjast inn í góðu baráttu í trú og með góðri samvisku. Henni hafa sumir frá sér varpað og liðið skipbrot á trú sinni. Mestu glæpir sögunar voru framdir af fólki sem var sannfært að það hefði rétt fyrir sér. Þess vegna verðum við að prófa samvisku okkar, ekki út frá menningu eða persónulegum smekk, heldur út frá óbreytanlegu orði Guðs. Það er staðallinn sem við þurfum að bera okkur sama við. Það er ekki nóg fyrir mann að halda að hann sé öruggur í að fylgja fyrirmælum samvisku sinnar. Spurningin sem þarf að svara er samviskan í samræmi við orð Guðs? Ef ekki, þá er ekki örugt að fylgja henni, því hún mun blekkja. Guð verður að upplýsa samviskuna. Gefa verður tíma til að rannsaka reikninguna og biðja. Þú getur haft samvisku, en sú samviska gæti fært þér sannfæringu, en spurningin er sú sannfæring áhrifamikil? Nær sú sannfæring til hjarta þíns og gjörða innri mannsins? Á sér stað hreinsun á musteri sálarinnar frá óhreinindum hennar. Með öðrum orðum, virkar samviska þín til góðs eða leiðir hún þig til ills? Augljóslega viljum við að hún leiði okkur til góðs en ekki ills. Og það er von, jafnvel fyrir brennimerta samvisku. Biblían lýsir því yfir að samviskan geti verið hreinsuð, endurnýjuð og mýkt fyrir fórn Krists. Við sjáum það hér í Hebreabréfinu 9:14. Hve miklu fremur mun þá blóð Krists hreinsa samvisku vora frá dauðum verkum til að þjóna Guði lifanda, þar sem Kristur fyrir eilífan anda bar fram sjálfan sig sem lítalausa fórn fyrir Guði. Blóð hans hylur ekki bara synd, það hreinsar innri siðferðislegan áttavita okkar og endurheimtir næmni samviskunar fyrir rödd Guðs. Samviskan getur verið endurlífguð af heilögum anda, ekki lengur óvirkur áhorfandi, heldur virkur leiðsögumaður sem stýrir okkur í átt að heilagleika. Þegar við gefumst Guð á vald, þá skiptir hann út steinhjarta okkar fyrir hjarta úr holdi.
hjarta sem hrífst af hvatningu hans og syrgir syndina. En eitt sem við þurfum að gæta okkur á að það sem samfélagið segir að sé rétt eða rangt ekki endilega í samræmi við það sem orð Guð segir. Samfélag og menning vilja endur skilgreina siðferði. Sannleikurinn þá ekki byggður á orði Guðs, heldur flæðir með tíðarandanum. Biblían varaði við því að sá tími kæmi þegar illt yrði kallað gott og gott illt, og sá tími hann í rauninni löngu kominn. Siðferði nútímans mótað af samfélaginu, ekki Guði, og það hverfult og sveigjanlegt. En siðferði breytist ekki þegar það grundvallað á orði Guðs. Samviska þegar hún grundvallast í Kristi blæs ekki með vindum vinsælda, heldur stöðug af meginreglum. Hættan að samfélagi með sljóa samvisku felst ekki aðeins í spillingu þess, heldur í afneitun þess. Þegar að samviskan bregst, þá blómstrar spillingin. Það mögulegt að hafa hreina samvisku. Páll postuli stendur uppréttur sem maður með samvisku sem var staðfastlega í samræmi við ritninguna, og hann vottar þetta í Postulagssögunni 24:16. Því tem ég mér og sjálfur að hafa jafnan hreina samvisku fyrir Guð og mönnum. Fyrir hann þurfti röddin innra með honum að vera í takt við orð Guðs. Hann vissi að það væri hægt að tæla og blekkja óþjálfaða samvisku. Boðskapur Páls til kynslóða síðustu daga var skýr. Samviskan má ekki vera hörðnuð, hún verður að vera hreinsuð og stöðulega leiðrétt af orði Guðs. Hann sá fyrir þegar að siðferði myndi endurspeglast í mönnum sem væru elskandi munaðarlífið meira en Guð og brennimertir á samvisku sinni og missa hæfileikan til að greina gott frá illu. Samviskan nefnilega ekki óskeikul, hún verður að vera mótuð af hinum óskeikula Guði okkar. Samviskan ekki heilög að eðlisfari, hún verður að vera gerð heilög af náð. Siðferði birtist okkur í Eden, þar sem Adam var uppálagt að lifa eftir stöðlum Guðs. Að borða án þess að hlýða var að hefja upp sjálfið fram yfir yfirvald. Þessi blekking freistar enn í dag. Það satt að Guð hafi sagt? Skilningur okkar á siðferði leið skipbrot þann dag og alla götur síðan háð barátta samviskunar. Við upphefjum siðferði með því að lúta guðlegum lögum, ekki eigin hvötum eða stöðlum samfélagsins. Sagan hefur ítrekað sýnt fram á að afleiðing vanrækslu samviskunar veldur ekki aðeins okkur persónulega tjóni, heldur hruni þjóða. Þegar samviskan sefur hrynur samfélagið. Meginreglur yfirgefnar, staðlar lækkaðir og samfélagið byrjar að líkjast Sódómu á ný. Þetta sjáum við gerast allt í kringum okkur og í gegnum mannkynssöguna. Meginreglur ekki bara hundsaðar, það hæðst að þeim. Réttlætið reglulega afskrifað sem úrelt á meðan illskan hafin upp. Það undarleg hnignun meginreglna, siðferðisstaðallinn lækkaður og heimurinn verður að Sódómu. Á slíkum tímum mega henni trúuðu ekki beygja sig fyrir menningarlegum vindum né slökkva á innri kerti samviskunar. Betra að hlýða Guði og vera í andstöðu við samtímann en að þóknast heiminum og farast með honum. Hrein samviska ekki viðhaldið af tilviljun, heldur af ásettur ráði. Siðferði, þegar það ekki varið, hnignar fyrst hægt og rólega, síðan eins og flóð. Samviskan verður að vera þjálfuð eins og vöðvi, æfð, skoðuð og samstillt. Hver ákvörðun sem við tökum, annaðhvort skerpir eða brennir samvisku okkar. Og þegar við horfum, lesum, tölum eða hlustum, annaðhvort nærum við ljós okkar eða skerpum skugga okkar. Sá sem hefur örugga leiðsögn með samvisku sína mun ekki hunsa það þegar ljós skín á hana úr orði Guðs.
Hann mun ekki láta mannleg ráð leiða sig. Hann mun ekki leyfa veraldlegum málum að standa í vegi hlýðni. Hann mun leggja alla eigingjarna hagsmuni til hliðar og hann mun nálgast orð Guðs eins og sá sem hefur eilífa hagsmuni á bláþræði. Hvernig höldum við samvisku okkar hreinni og skarpri? Festum hana í ritningunni. Biblían æðsta uppspretta uppljómunar fyrir samviskuna eins og Páll segir hér í síðara Korinthubréfi 1:12-14. Samviska vor vitnar að við höfum lifað í heiminum og sérstaklega hjá yður í heilaleika og hreinleika sem kemur frá Guði. Ekki látið stjórnast af mannlegri speki heldur af náð Guðs. Við þurfum að gefa hana heilegum anda. Samviska sem leiddar af anda Guðs greinir gott frá illu eins og segir í Jóhannesi 16:13. En þegar hann kemur andi sannleikans mun hann leiða yður í allan sannleikan. Og við þurfum að varðveita hana vandlega eins og áttaviti nálægt segli getur samviska okkar skeggst af stolti, ótta eða hópþrýstingi. Í kyrrð hjartans þar sem enga hugsanir óma hærra en opinberar yfirlýsingar, þar býr samviskan, þögul en talar samt, ósýnilega en samt leiðbeinandi, lúmsk en samt kröftug, að það samviskan, áttaviti okkar, kerti persónuleikans, ráðgjafi sálarinnar. Samviskan hvíslar aldrei kæruleysislega, hún gefur frá sér viðvörun eða huggar með hverri athugasemd, því þegar samviskan kallar, þá það ekki bara sjálfið sem talar við sjálfið, það andi Guðs sem hvíslar. Orðskuðirnir 20:27 segir okkur: andi mannsins lampi frá drottni sem rannsakar hvern afkima hjartans. Samviskan þessi lampi, blikkandi eða logandi, eftir því hvort hún nærð af sannleika eða hulin legum. Og þegar login brennur, þá opinberar hann ekki aðeins hvað við gerum, heldur hvað við erum og einnig hvað við höldum áfram að spyrna gegn í þrjósku okkar. En þegar þessi lampi falinn, dofnar ekki, þegar hann dofnar eða hulinn í sóti syndarinnar, þá hrasar sálin í siðferðislegu miðnætti. Kristur sagði í Jóhannes 12:32: og þegar ég verð hafinn upp frá jörðu mun ég draga alla til mín. Þannig starfar Kristur fyrir heilagan anda. Hann dregur okkur til sín af kærleika sínum. Kristur verður að opinberast syndaranum sem frelsarinn sem deyr fyrir syndir hans, og þegar við sjáum Guðs lamb á krossinum á Golgata, byrjar leyndardómur endurlausnarinnar að birtast í huga okkar og gæska Guðs leiðir okkur til iðrunar. Með því að deyja fyrir syndara sýndi Kristur djúpstæðan kærleika, og þegar syndarinn sér þennan kærleika, mýkir hann hjartað og hefur áhrif á hugan og vekur iðrun í sálinni. Þannig dregur kærleikur Krists okkur til hans. Hann þvingar ekki, hann dregur okkur til sín. Það Satan og menn sem knúnir eru áfram af anda hans sem leitast við að þvinga samviskuna. Undir yfirskinni trúarlegs réttlætis valda menn náunga sínum þjáningum til að snúa þeim til trúarlegrar hugmynda sinna. En Kristur sýnir alltaf miskunn og leitast alltaf við að sigra með því að opinbera kærleika sinn. Hann þráir aðeins sjálfviljuga þjónustu, fúsa uppgjöf hjartans undir áhrifum kærleikas. Það getur ekki verið sterkari sönnun þess að við höfum anda Satans en tilhneiging til að meiða og tortíma þeim sem kunna ekki að meta verk okkar eða sem hegða sér gegn hugmyndum okkar. Kristur metur samviskufrelsi okkar svo mikils að hann var frekar fús til að deyja á krossi til að draga okkur til sín en að þvinga samviskuna til hlýðni. Júda, sem eitt sem var valinn og elskaður, lærði beiska leksíu mitt í ösku siðferðislegrar upplausnar sinnar. Guð gerði sáttmála við Júda, eins og við lesum í Jeremía 11:1-2, þar sem segir: orðið sem kom til Jeremía frá drottni, heyrið orð þessa sáttmála, talað þú til Júdamanna og Jerúsalembúa. En þegar árin liðu
fór samviska þeirra sem áður var brennandi að rjúka upp í reyk. Loforð þeirra urðu að handahófskenndum gildum og meginreglur þeirra hurfu eins og krónublöð í þurrki. Og Drottinn sagði fyrir munn Jeremía, ekki aðeins að syndir þeirra væri margar, heldur að þær væru nú svik við sáttmálan. Brot Júda urðu alvarleg og hrunið siðferði þeirra skammarlegt. Júda hafði ekki einfaldlega brugðist, þeir höfðu orðið falskir. Þeir skiptu út hreinleika fyrir uppgerð og afsakanir. Samviska þeirra felldi engin tár lengur. Hún ryðgaði á hjörum vanrækslu, ónæm fyrir daglegum blekkingum. Það sem hófst í vanrækslu endaði í dofa. Þeir héldu áfram að synga, ekki af fáfræði, heldur af sinnuleysi. Þeir gátu samt vitnað í sáttmálan, en höfðu enga getu til að finna fyrir kalli hans. En þetta siðferði Júda raunveruleikinn hjá mörgum í dag. Samviskan ekki rofin af hörmungum, heldur af málamölun. Hún ferst ekki í hamförum, hún heldur í þöglum vana. Sjáið andstæðuna í viðbrögðum konungsins í Nínive. Og það segir, og þetta barsti konungsins í Nínive, þá stóð hann upp úr hásæti sínu, lagði að sér skikkju sína, huldi sig hærusekk og settist í ösku. Hann var ekki hrokafullur í stolti, heldur auðmjúkur í hærusekk. Hann huldi sig ekki á bakvið athafnir eða vald. Hann stóð með fólkinu sem hann stjórnaði og iðraðist með því. Vakin samviska hans var hvati fyrir sameiginlega umbreytingu. Hann skipti krúnu sinni út fyrir iðrun og sýndi að ekkert yfirvald ónæmt fyrir ábyrgð. Konungsveldi hans beygði sig fyrir siðferði. Og þegar Jónas loksins hlýddi kallinu og hrópaði gegn ilsku Nínive, snerti hann taug í samvisku konungs. Hann stakk í gegnum sofandi samvisku fólksins. Það sem fylgdi kjölfarið var ekki hlýðni af nauðung, heldur siðferðisleg vakning. Öll borgin, eins og sjómenn í stormi, mundu eftir stýri réttlætisins. Þeir reyndu ekki að réttlæta sjálfan sig, þeir iðruðust. Siðferði án iðrunar yfirlæti. En þegar samviskan örvuð af samfæringu, geta borgir risið úr rústum. Siðferði fólks mælist af næmni samvisku þess. Hvílík andstæða, heiðin hættuleg vanhelg Nínive, en þegar orðið kom, þótt það væri borið af trega af efafullum spámanni, var viðbrögð þeirra upprisa. Fólkið veitti ekki mótspyrnu, það iðraðist. Undur var það veruleika, konungurinn harðnaði ekki, hann auðmýkti sig. Hann skreið af hásæti sínu niður á kné og leiddi fólk sitt ekki eftir skipun, heldur með fordæmi. Þessi athöfn, auðmjúk og björt, segir mikið, því hér var maður sem skildi að til að stjórna réttilega verður maður fyrst að iðrast innra með sér. Hann vissi að samviska væri ekki einungis fyrir almúgan, hún var eign hvers og eins, en áhrif hennar háð auðmýkt. Hann var tákn þjónandi forystu, ekki með auknu valdi, heldur með því að afneita stolti. Nínive, þrátt fyrir gríðarlega spillingu, reis upp yfir Júda og hlaut áheyrn Guðs. Kaldhæðnin hrópandi, heiðinn konungur verður fyrirmynd á meðan Guðs fólk reikaði dýpra í hugsunarleysi. Hvað siðferði? Ef það ekki sýnileg klæði ósýnilegrar samvisku? Og hvað þá málamiðlun ef ekki mölurinn sem nagar hljóðlega í gegnum hana? En hvað gerist þegar samviskan brennd, þegar sár hennar ekki gróin heldur hörnuð? Páll sá þennan storm við sjóndeildarhringinn og varaði við með hátíðlegum þrumum. Á síðustu dögum yrðu menn brennimerktir á samvisku sinni. Sviðin samviska misti tilfinningar. Hún heyrir sírenu syndarinnar en hrærist ekki. Hún þekkir lyktina af illsku en heldur fyrir nefsér í uppgerð. Ef þannig komið fyrir þér, gefðu þig Kristi án tafar.
Hann einn með krafti náðar sinnar getur endurleyst þig frá glötun. Hann einn getur gefið siðferðislegum og andlegum kröftum þínum styrk. Hjarta þitt mun vermast af kærleika Guðs, skilningur þinn skýr og þroskaður, samviska þín upplýst, skjót og hrein, vilji þinn réttlátur og helgaður undir stjórn anda Guðs. Ef þú skoðar sjálfan þig, hættir að gera illt og lærir að gera vel, þá munt þú sannarlega vera hamingjusamur. Þú munt ná árangri í baráttu lífsins og rísa til dýrðar og heiðurs og betra lífs. Sérhver trúaður ber þessa spurningu ekki hoggin í steintöflur, heldur mótuð í viðkvæman vef samviskunnar. Er samviska mín hörð? Er hún nærð af ritningunni eða svelt af eigingirni? Samviskan er brothætt, vernda hana ekki með speki samtímans, heldur með sannleika. Nærið hana ekki með afsökunum, heldur ritningunni. Samviskan, þegar hún er rótgróin í réttlæti, er bæði áttaviti og huggari. Hún leiðréttir en fordæmir aldrei. Hún varar við en alltaf af von. Og í Kristi er hægt að hvítþvo jafnvel svarta samvisku, því blóð Jesú fyrirgefur ekki aðeins, það hreinsar meðvitundina. Megi samviska þín vera hrein, hjarta þitt staðfast og vegur þinn upplýstur af þeim sem er sjálfur sannleikurinn. Innri friður og samviska, laus við uppreisn gagnvart Guði, mun örva og styrkja hugan eins og dögg sem fellur á viðkvæmar plöntur. Viljinn er þá rétt stýrður og stjórnaður og er ákveðnari, en samt laus við ranglæti. Hugleiðingarnar eru ánægilegar vegna þess að þær eru helgaðar. Hugaró sem þú getur átt mun blessa alla sem þú umgengst. Þessi friður og ró mun með tímanum verða eðlilegur og mun endurspegla dýrmæta geisla sína á alla í kringum þig og endurspeglast aftur á þig. Því meira sem þú finnur þennan himneska frið og kyrrð hugans, því meira mun hann aukast. Fullkominn friður er eiginleiki himinsins sem englar búa yfir. Megi Guð hjálpa þér að búa yfir slíkum friði. Við skulum ekki vera ánað með skel góðvildarinnar á meðan við felum höggorma syndarinnar undir niðri. Látum heilagan anda hreinsa samviskuna og látum guðdómlegt lögmálið hreinsa lífið. Látið samviskuna ekki hrynja undan kæruleysi, látið hana ekki aðeins vera lifandi, heldur vakandi. Því að skömm Júda var þöggun samviskunar í syndinni og dýrð Nínive var vilji þeirra til að syrgja. Látið þetta vera greift í sál okkar. Betra er að vera leiðréttur af samviskunni en að vera kramin af spillingu. Og ef þessi kyrrláta litla rödd innra með þér hrærist, þaggaðu hana ekki, styrtu hana, blástu logan og láttu ljósans leiða þig, ekki einungis inn í siðferði heldur í heilaleika. Og það byrjar í huldu herberginu þar sem aðeins Guð og samviska þín ræða saman. Svo í dag skulum við spyrja, er samviska mín mjúk gagnvart rödd Guðs? Er hún hreinsuð af blóði Krists? Er hún rótgróin í orði hans? Ef við hlúum að þessum himneska neista með bæn og hlýðni, mun hann loga skært og leiða okkur heim. Amen.